skrifstofustjóra og gera hér grein fyrir bókunum. Eru borgarfulltrúar meirihlutans tilbúnir með? Nei. Má bjóða borgarfulltrúum að koma hér upp og gera grein fyrir bókunum. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson gerir grein fyrir bókunum allavega sjálfstæðismanna. Forseti, borgarstjórn, ég geri grein fyrir bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og framsóknar flugvallarvinna vegna Vesturbuktar. Þó borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og framsóknar og flugvallarvinna séu hlynntir uppbygging og reitnum verður að benda á að byggingamagn á reitnum of mikið miðað við heildaryfirbragð aðliggjandi byggðar. Sérstaklega þarf að vanda til hönnunar bygging á þessu svæði sem hluti gamla Vesturbæjarins sem hefur þróast í nánu sambandi við höfnina og sjávarútveginn en með fyrirhuguðum byggingum verður lokað á tengslu höfnina og sjávarsíðuna. Hið nýja hverfi mun lítið eiga skylt við eldri byggð og byggingasögu borgarinnar en við teljum að yfirbragð gamla Vesturbæjarins eigi að vera ríkjandi á svæðinu. Meirihlutinn hyggst nýta byggingar á þessari dýrustu byggingalóð borgarinnar undir svoköllu Reykjavíkurhús. Með réttri nýtingu lóða Vesturbukt gæti borgin fengið tekjur til að fjármagna kaup á fleiri íbúðum í sama hverfi eða mislægt í borginni. Félagsleg blöndun afar mikilvæg en vel hægt að útfæra hana án þess að nota eina dýrustu byggingalóð borgarinnar. Hundruðir á biðlista eftir húsnæði og því mikilvægt að fleiri fái þak yfir höfuðið en að færri fái húsnæði á dýrri lóð. Síðan kemur bókun vegna Grensásvegar, ef ég má forseti. Reykjavíkurborg stendur frammi fyrir meiri rekstrarvanda en dæmir í langri sögu borgarinnar. Meirihlutinn hefur samþykkt viðauka við fjárhagsáætlun vegna hagræðinga aðgerða að upphæð 1,8 milljarða króna. Mestur niðurskurður á skóla- og frístundasviði og velferðarsviði. Fjárfrekum verkefnum slegið á frest. Biðlistar eru langir en þrenging Grensásvegar sem áætlað að kosti 170 milljónir nú sett í forgang. Reynslan kennir okkur að með þrengingu gatna mun bílaumferð leita inn í nærliggjandi íbúðahverfi þar sem börn að leik. Grensásvegur ekki í flokki hættulegra gatna. Engu að síður hægt að auka öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda með kostnaðarminni aðgerðum. Þrenging götunnar ekki forsenda aukins öryggis og 170 milljón króna framkvæmd ekki í neinum takti við þann niðurskurð sem unnið að í öllu borgarkerfinu. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og framsóknar flugvallarvinna styðja hjólreiðaáætlun en á sama tíma og ekki til peningar til að sinna grunnþjónustu borgarinnar, biðlistar langir og fjármagn slæm, þarf að forgangsraða fjármunum og þetta verkefni ekki slíkt forgangsmál. Ég til að senda þetta. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að gera grein fyrir bókun. Eru fleiri bókanir frá borgarfulltrúum minnihlutans? Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir gerir þá grein fyrir fleiri bókunum. Forseti borgarfulltrúar sameiginleg bókun frá Framsóknar flugvallarvinnum og Sjálfstæðisflokki varðandi gagnsæið. Þrátt fyrir fögur fyrirheit meirihluta sem gagnsæi stjórnsýslu Reykjavíkurborgar hefur ekkert gerst. Það bæði erfitt fyrir borgarbúa og borgarfulltrúa að nálgast ýmsar upplýsingar þar sem þær ekki aðgengilegar á vef borgarinnar. Getur oft tekið vikur og jafnvel mánuði fyrir borgarfulltrúa að fá svör við einföldum spurningum frá meirihlutanum. Ekki farið eftir nýsamþykktu upplýsingarstefnu borgar sem sýnir að það eitt að samþykkja hana og annað að framfylgja henni. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið við að gera grein fyrir bókun Framsóknar og flugvallarvinna. Forseti gerir og Sjálfstæðisflokks forseti gerir 2 mínútna hlé á fundi.
Jæja, Fundið er fram forseti, haldið og Hjálmar Sveinsson, Ágæta borgarfulltrúi, borgarstjórn. gerir grein fyrir bókunum. gerir fyrst grein fyrir bókunum meirihlutans í varðandi Grensásveg og hún er svohljóðandi: gerð hjólastíga við Grensásveg er í samræmi við samþykkta hjólreiðaáætlun borgarna frá 2010 og endurskoða áætlun frá 2015. Báðar áætlanir náðist þverpólitísk sátt og báðar áætlanir eru í samræmi við stefnu borgarinnar í eflingu vistvænna ferðamáta. Fyrirhugaðar framkvæmdir í Grensásveg munu þó ekki bara nýtast ört vaxandi hópi borgarbúa sem nýta sér hjólreiðar sem samgöngumáta, heldur munu það líka leiða til meira öryggis fyrir fótgangandi vegfarendur og íbúa í næsta nágrenni. Í dag skilur aðeins örmugja og gangstétt bílaumferðina frá húsagörðum. Það hefur gerst trekk í trekk undanfarið misseri að bílstjórar missað stjórn á bílum sínum og bíl hafnar inn í húsagarði við götuna. Framkvæmdirnar fela í sér að akreinum fyrir bílaumferð fækkað úr 4 í 2, mælingar og umferðarþunga sýna að ekki er þörf á 4 akreinum. Umferðarspár sýna að það verður heldur ekki þörf á þeim í framtíðinni. Breytingar sem verða á Grensásvegi munu leiða til þess að hægja mun á bílaumferðinni. Það er mjög æskilegt. Mælingar á umferðarhraðanum sýna að hann nær alltaf 70 km á klukkustund. Það er allt of mikið. Vinna við hverfisskipulag bústaða og hálendishverfis leiðir í ljós að hverfin eru umlukin miklum umferðaræðum sem hafa skaðleg áhrif á lífsgæði íbúanna. Undanfarið hefur verið unnið markvisst að því að draga úr þessum neikvæðu áhrifum. Þeirri vinnu verður haldið áfram, breytingarnar og Grensásvegi eru liður í því. Svo er hér önnur bókun vegna Vesturbuktar og hún er svohljóðandi með leyfi forseta. Uppbygging íbúða í Vesturbukt er hluti af húsnæðis áætlun borgarinnar sem gengur út á að á næstu árum fari 2500 til 3000 leigu- og búsetaréttar íbúðar á stað í Reykjavík. Rauði þráður áætlunarinnar er húsnæði fyrir alla, hvar sem er í Reykjavík. Uppbyggingin gengur vel og eins og fram hefur komið í fjölmiðlum hafa aldrei verið gefin út eins mörg byggingarleyfi til uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Reykjavík en árið 2015 frá er talin uppbygging Breiðholtsins á 8. áratugnum. Nú þegar eru meir en 1200 íbúðir í skipulagi eða komnar úr skipulagsferli. Er að ræða lóðir í Urðarbrunni, Keilugranda, Kirkjusandi, Rúfreit, Skógarvegi, Bólstaðarhlíð, Hraunbæ, Suðurmjót, Móavegi, Vatnsmýri og í Vesturbuktinni. Húsnæði fyrir alla, þétting byggðar og mannvænt skipulag þessara lóða þar sem félagsleg blandun á sér stað er mikilvægur hluti af húsnæðis áætlun borgarinnar. Svo er það bókunni samvættu við viðauka sem að hljómar svona. Viðauki við fjárhagsáætlun fyrir árið 2016 miðar að sjálfbærum rekstri borgarinnar. Til þess að tekjur dugi fyrir gjöldum var sett fram hagræðingarkrafa í fjárhagsáætlun sem nú hefur verið útfærð. Hagræðing á árinu 2016 mun því nema 1780 milljónum af 98 milljarða króna rekstri eða 1,8%. Mest verður hagrætt í miðlægri stjórnsýslu og stjórnun eða 5%. Spara verður í fermetrum, sölu eignar hraðað, hægt á ráðningum auk annara aðgerða sem ætlað er að ná þeim markmiðum sjálfbæran rekstur sem getur í inngangi fjárhagsáætlunar fyrir borgina árið 2016. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið að gera grein fyrir bókunum meirihlutans og þá hefur verið gerð grein fyrir öllum bókunum. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi og er honum slitið klukkan 21:15. Hver skrifar að gera